Karolína Elísabetardóttir keypti eyðijörðina Hvammshlíð þar sem Þverárfjallsvegur milli Skagafjarðar og Húnavatnssýslu stendur sem hæst. Jörðin í 2 sýslum og Karolína á fjall og á, hundarnir, kindurnar og hestarnir eru hennar bestu vinir. Hún frjáls og það stendur mikið til hjá Karolínu. Ostaframleiðsla að hefjast í Hvammshlíð. Norðurljósin njóta sín einstaklega vel enda sést ekkert til manngerðra ljósa í Hvammshlíð. Við heimsækjum Karolínu í Hvammshlíð sem nýtur þess að vera frjáls í íslenskri náttúru. Karolína, hvers vegna ákvaðstu að kaupa þessa jörð sem var eyðijörð? Já, hún var í eyði síðan 1888, 6, þannig að það bara mjög langt síðan. En það var akkurat heillandi fyrir mig. Hérna mikið pláss, þetta í fjöllunum og fyrir ofan dalinn sem bara með 1 bæ í byggð. Þannig að það frekar langt í næsta nágranna og sem sagt mér finnst frelsi eiginlega mest þegar það nóg pláss á milli fólks. Það hægt að hafa samskipti en þá má maður bara ákveða hvenær maður hittir fólk. En þetta ansi stór jörð, þú átt fjall og þú átt á, þú átt dal. Já, þetta bara magnað. Já, það var eiginlega bara hægt það sem hún var svo ódýr. Bara svona fjallajörð ekki spennandi fyrir venjulega bændur. Þurfa stór tún og svo framvegis og það ekki hjá mér það sem skiptir máli. Þess vegna, já, sér það svo vel að ég gat keypt þetta þótt það væri svo stórt og ég bara, já, bara mjög ánægð með eigin fjall og á og allt það. Hugsaðu stundum svolítið það að þú eigið þitt eigið fjall? Já, ég hugsa mjög oft það, eiginlega daglega. Ég sé það bara beint út gluggann og ég fer oft upp á þetta fjall líka. Og mér finnst alltaf þetta fjall einhvern veginn vinalegt. Það góð stemning sem fylgir því. Þú í raun og veru sem sagt í 2 sýslum líka? Já, það nokkuð sérstakt. Það líklega út af því að jörðin var svo lengi í eyði. Það já, austasti hluturinn í Skagafjarðarsýslu en hinn hluturinn bara, já, Austur-Húnavatnssýsla. Það skemmtilegt, þannig að, já, maður getur sagt ég kannski hálfur Skagfirðingur og hálfur Húnvetningur í einu. Þannig að það svona fer eftir því hvert þú ferð niður á Sauðárkrók eða Blönduós, hvort þú spilar þig Skagfirðing eða Húnvetning. Nákvæmlega. En þetta, sem sagt, þegar þú flytur, lætur flytja íbúðarhúsnæðið hingað upp eftir, þú hannaðir þetta húsnæði sjálf? Já, það þannig eiginlega að húsið mjög lítið, bara til að spara pening og líka þar ekki mikið pláss svona inni. Og það var mjög mikilvægt að hanna það akkurat þannig að það hentar mínum þörfum. Og það finnst mér alltaf því minna plásið sem maður hefur, því betra þarf að skipuleggja þetta. Það sem það svo því að bara skrifstofan og húsið og stofan allt í sama rými en samt í sínu horni. Já, það kostur að ég gat það sjálf. Þannig að hér sem sagt allt til alls sem að þú þarft? Já, það það. Þín viðfangsefni svona, eftir árstímum eru væntanlega mjög breytileg? Já, það mjög breytilegt. Ég get sagt eiginlega munurinn getur ekki verið meiri. Svona ef ég ímynda mér, ég liggja einhvers staðar í móunum þarna á sumrun, ber í kringum mig og sólin sín og bara ótrúlega milt og gott. Og á sama stað, bara nokkrum vikum seinna, brjálu stórhríð sem lífshættuleg. Það eiginlega allt, já, sem sagt, sameinað. Og mér finnst það svo gott að hafa þessa tilbreytingu. Og já, það líka mismunandi á hverjum degi ólík, þannig að já, það bara spennandi fyrir mig að fylgjast með. En kvíðirðu þó vetrinum? Ekki beint, en samt ég að undirbúa mig mjög vel. Ég mjög meðvituð að veturinn já, alvarlegt mál. Það að vera nóg fóður fyrir skepnurnar, það skiptir öllu máli. Og líka það átt að vera öruggt, það má ekki fjúka neitt. Og það þarf að vera þétt þannig að það fennir ekki inn, þá lendir maður í stórum vandræðum. Og líka svona mig sjálf það ég líka hugsa, hafa nógan mat og allt og vélarnar þurfa að vera í lagi. Það allt svoleiðis sem bara aðlega í hausnum hjá mér á haustin og ég finn mikið að ég
mjög einbeitt á það að klára allt í tæka tíð og helst sem fyrst og það gengur ekki alltaf sem fyrst og það verður svona pínu stressuð en sem sagt það reddast alltaf einhvern veginn og akkurat núna finnst mér, ég er kannski betur undirbúin en ég var hinn árin. Já, þú ert alveg klár í veturinn núna? Já, hann er líka byrjaður lengi hér. Hann kom fyrst í september í fyrsta skipti með fyrsta snjóinn og einlega 1. november var það þannig að kindunum fannst að núna er komið vetur og það var rétt hjá þeim. Héðan í raun og veru frá bæjarstæðinu þá sér maður aldrei ljós frá öðrum bæjum til dæmis? Ég sé ljós í Vatnsnesi. Það er nokkuð fyndið, ég veit líka hvaða ljós það er. Það er Súluvellir sem ég sé og ég þekki þetta fólk þar mjög vel. Það er svona beint yfir hafið svo að segja. Ég sé ljós á 2 bæjum en ekki frá næsta bæ. Það er rétt, þannig að það er ekki mjög sterkt ljós sem ég sé. Ertu stundum einmana hérna? Nei, aldrei. Aldrei. Það er fyrst auðvitað hundarnir sem eru alltaf hjá mér og kindurnar og rossinn. En mér finnst líka náttúran er þannig að hún er það vinaleg að vissu leyti, ég get ekki orðað öðruvísi, að mér finnst alltaf vera velkomin. Þótt það sé stórið jafnvel, þótt það sé hættulegt þá að fara út. Þess vegna ég alltaf einhvern veginn, mér finnst alltaf vera heima og ef ég er heima þá get ég ekki verið einmana, það er tengt hjá mér þannig. Ertu frjáls manneskja hérna upp frá þá? Já, mjög. Það er akkurat það sem ég tengi mikið þessum stað. Að vera frjáls, get ákveðið hvert ég fer, eða bara hvað ég geri og bara þessi tilfinning sem fylgir því að búa í fjöllunum, í náttúru, með þessum skepnum sem ég þykir vænst og það er akkurat málið sem ég finnst er frelsi. En þegar þú vaknar upp á morgnana, segirðu þetta við sjálfan þig á hverjum degi að ég er frjáls? Já, að vissu leyti. Ég er að minnsta kosti mjög meðvituð eiginlega oftar en einu sinni á dag að ég er mjög hamingjusöm hér og ég er virkilega fegin að vera hér. Akkurat hér á þessum stað sem ég finnst eiginlega besti stað í heiminum fyrir mig. En svo er það sem sagt að vera frjáls og svo frelsi, þetta er svona skyld orð. Hérna nú heldur betur frelsið. Já, það er að segja mikið þetta, eiginlega sem sagt, mér finnst vera hamingjusöm er mikið tengt frelsinu. Já, sem sagt, að geta ákveðið og vera örugg, það er líka tengt frelsinu, finnst mér, og meðan ég er örugg. Það er frjáls, ef ég er frjáls það er örugg, annars væri ég ekki frjáls. Og það er allt það sem þessi jörð hefur upp á að bjóða, að mínum mati. Karolína, þú sagðir áðan að dýrin væru þér mjög mikils virði. Já, það er bara, svo að segja, það eru þau sem búa með mér hér, ég segi það alltaf þannig. Hundarnir eru örlega bara efstir, sjálfgefi kannski og kindurnar er líka bara mjög mikilvægar á rossinn og það er allt mjög persónulegt þannig að ég sé ekki bara hjörðina þótt það séu fleiri en 50 sem ég veit ekki mikið með við íslenska mæðikvara en samt stór hópur en samt ég sé alltaf einstaklingana á bakvið þessa hjörð og rossin eru bara 3 og það er nú mjög einfalt að sjá það sem einstaklinga en það er virkilega þannig að hver hefur sinn karakter og að sjálfsögðu sína hæfileika, mjög gaman að fylgjast með. En kindastofninn, eiginleiki íslenskra kinda, hvað er það helst sem að þú horfir til í þeim efnum? Mér finnst, það sem dettur helst í hug í þessu samhengi er að til dæmis í Þýskalandi er kindur ímynd heimskunnar og það finnst mér eiginlega fáránlegt. Það er alls ekki rétt varðandi íslenska kindur. Örlega eru einhverja kindur heimskar en að minnsta kosti mínar kindur eru allra mestu leyti alls ekki heimskar og suma eru virkilega greindar
og það sýnir þennan mun einlega, menningarmunur, hvernig vill hafa, já, hvernig vill maður hafa sína skepnur eða líka, já, húsdýr. Og ef maður vill hafa þá bara þægilega allt, bara gera alltaf eins og maður vill, þá verður það einhvern tímann heimskar ef það eru aldrei frjáls, tölum við aftur frelsi, frjálsa í fjöllunum til dæmis, þá einhvern tímann hverfa nokkra hæfileikar. Og það er allt það sem er ennþá til hjá íslenskum kindum. Og það er það sem ég finnst mest heillandi, hvað þær kunna til dæmis að meta veðrið og eiginlega áður en það kemur. Það er mjög gott dæmi að mína kindur eru virkilega, kunna virkilega að vita fyrirfram hvað það kemur stórið. Þetta er bara kannski einhver, já, svona éljagangur eða eitthvað sem er meinlaust. Það er strax eitthvað sem það gera mun á og sem ég get virkilega treyst á. Og það er sérstakt. Það er líka allt ekki þannig hjá öðrum kindum í öðrum löndum. Þannig að þú getur, ef þú þarft ekki endilega að vera að hlusta á veðurspána, það er bara nóg fyrir að svona athuga hvað kindurnar eru að bardúsa. Já, sérstaklega á haustun. Á meðan kindurnar eru ennþá uppi á fjalli, það er auðvitað þannig það mega vera þarna uppi líka eftir göngur. Á meðan það eru þar og rólegar á beit, þá veit ég að það kemur alls ekki stórið núna og ef það kemur bara snjókoma, það er það ekkert mál. Það verður aldrei neitt stórt. Þú hefur unnið töluvert mikið með ullina. Já, það líka. Það er eitthvað sem sagt, talandi kindur og hæfileika, ullin auðvitað er það, já, hentug fyrir þær líka að lifa af í svona veðri. Og ég er hérna með svona nokkur dæmi sem sýna líka að ullin er ekki bara svona sérstök í áferðinni, heldur líka í litum. Hérna er til dæmis grámórautt sem er mjög óvinsæll litur í ullaverksmiðjum. En sem sagt bara ótrúlega fallegt finnst mér, svona snjóhvít hér innan, þetta sem heitir þel, sem er rétt við húðina og sem er bara, já, eiginlega er að skapa hlýju. Og þetta hérna sem heitir tog er svona virkilega fallega dökkt og sem leiðir vökvann niður. Það er svona kerfi sem er mjög heitlandi, sem virkar mjög vel. Og sem er líka gott fyrir, já, fyrir mannfólk, þar sem það er hægt að vinna ýmislegt úr því. Það er hægt að taka þetta í sundur, bara sem dæmi, það heitir taka ofan af. Núna er þelið hér og hérna er tóið, bara aðskilið. Og það er hægt að vinna ýmislegt sem er raust úr þessu, en ýmislegt sem er bara mjög fínt úr þessu. Það er eitthvað sem margir gerir sig ekki grein fyrir og vanmeta íslensku ullina, sérstaklega þessa sem er mislít. En hefur það verið að miðla þessu eitthvað út fyrir landsteinanum til Þýskalands til dæmis? Já, nákvæmlega. Það var eitthvað sem ég fann, ég hef ekki haft svo mikið samskipti þarna út, en bara einlega gegnum ullina kom það að ég fann að áhuginn var mjög mikill, bara einlega út af litunum og sérstaklega að þessi litur væri það samt fín og mjúk. Það sem fólk þekkja úti er að svona misleit ull er oftast gróft og eiginlega ekki nothæf til að spinna úr til dæmis, eða þæfa. Og það er allt öðruvísi hjá íslenskum kindum. Og þá uppgötvaði ég að það væri virkilega markaður og ég er að hætta námskeið núna eiginlega miklu stjærnara en var, en svona í byrjun fór ég út kannski 5-6 sinnum á ári. Og hélt námskeið íslensku kindina og ullina og hvernig maður vinnur hana. Núna er það kannski einu sinni á ári, en þá er áhuginn mjög mikill og ég selja ull fyrir aðra bændur líka, þannig að það er eitthvað sem hjálpa öðrum líka hér. En svo ertu líka að flytja inn þýskumælandi fólk til þess að fara eða koma í göngur. Já, það er annar mál einlega. Eins og ég sagði áður, það er bara ein bær í byggð og einlega ekki með búskap núna. Þannig það vantar mannskap í göngur og ég vissi líka að það er mikill áhugi hjá þessu fólki að komast í göngur, þar sem það er eitthvað sem er alls ekki í boði annars staðar í heiminum. Og já, það hefur verið þannig núna síðan fyrir 4 árum að það kemur fólk frá Þýskalandi, frá Sviss og Liechtenstein og hvað sem er og hjálpa til. Og líka heimsækir sauðfjárbú og skoða það og hefur möguleika með mér einlega sem tólk að spyrja spurningar búskapinn og hver er munurinn kannski á íslenskum kindum og
þeim kindum sem þau þekkja heiman frá. Hestarnir, þeir eru þrír, þeir eru nú vel haldnir hjá þér, getur maður, eða sýnismanni. Já, það er nú rétt. Það eru verið feitir, sem kosti ennþá. Já, það eru 3 geitingar og ég hef átt það lengi og það eru miklu vinir og það eru bara til gamans. Það er ekkert sem ég tengi, svo að segja, vinnunni eða penningum. Það er bara það sem það eru til. Og eitt þeirra jafnvel undan náttfara frá Ytradalsgerði sem sumir þekkja örlega ennþá þótt hann væri fæddur 1970. Mjög frægur hestur á sínum tíma. En hundarnir, þeir eru þér mikils virði, 2? Já, það eru ómissandi. Bestu vinir, virkilega, svona traustir og já, hver fyrir sig eiginlega, eða hvor fyrir sig sem liggja hérna fyrir neðan. Já, bara ómissandi alla staði. Eru þeir þínir bestu vinir? Já, ég myndi segja það virkilega. Það er þótt ég eigi mjög góði vini með mannfólks, það er samt ekki hægt að bera saman. Þeir eru alltaf með auðvitað, það er bara að fara út allt með mér og myndi aldrei vilja vera einir og ég heldur ekki, þannig að þetta er bara besti vináttur sem hægt að ímynda sér. Þú gefur út dagatöl. Þetta er svona, 2021 er komið út. Númer, hvað er þetta í röðinni? Þetta er númer 3, sem var eiginlega ekki planið fyrst þegar fyrsta útgáfan kom. Það var ástæðin að nágranni minn var dáinn og það breytist auðvitað allt. Og þá, sem sagt, þurfti ég að eiga dráttarvél sjálf. Það datt mér allt í einu hug að gefa út dagatöl. Og það tókst, það var bara frábært, fyrirlega fljótt gekk það þannig að ég gat keypt gamla dráttarvél og gert hana upp. Það var upphafið og viðtökurnar voru það góðar að ég bara ákvað að halda áfram og þá verður það líklega bara árviss viðburður hjá mér að gefa út dagatöl. Á þessu dagatali þar eru nú svona, kindurnar, þær eru í stóru hlutverki og bara lífið hérna sem sagt hjá þér. Já, einmitt. Allir koma fram sem búa hér eins og ég segi og það er ýmislegt annað líka, fróðleikur, kringum merkisdaga og allt það og líka í kringum kindurnar sérstaklega á þessu ári. Það er alltaf litur mánaðarins til dæmis sem kemur fram, söðalítur sem verður kindur. Já, bara svona sem dæmi. Og það er líka þannig að dagatalið er að seljast upp. Þannig að þetta lúxusvandamál núna er líka ekki nema miðjan desember núna og samt næstum allt uppselt. En það er svona ýmis fróðleikur í þessu gamla tímatalið og svo framvegis. Kunnurðu þetta bara svona upp á 10 á þess að þurfa að fletta þessu upp allir saman eða hvað? Nei, í byrjun var það þannig, ég hafði alltaf áhuga á því, en ég vissi ekki eins mikið. Það var ég einlega bara að grúska og finna mér heimildir og allt það sem mig vantaði einlega, þessar upplýsingar sem mér fannst mikilvægar, var ég bara að setja inn í dagatalið og þá get ég bara fletta upp í mínu dagatali ef bara ég gleymi því. En núna auðvitað þetta komið svona ansi vel í hausinn hjá mér. En þetta er sem sagt þá bara komið til að vera, eða ekki í dagatalið? Já, mér sýnist það. Það er nokkuð veginn augljóst, held ég. En sem sagt, dráttarvélin, hún er nú í raun og veru ómissandi fyrir þig hérna. Já, það er það. Það er alls ekki hægt að gefa til dæmis kindunum og rossunum án dráttarvélar. Það er ekki hægt að hafa rúllur, það stór það sem er kannski 300-400 kíló. Það maður, bera ekki á bakinu. Og líka á veturna sem sagt komast í gegnum snjóinn. Að bera, svo að flytja eitthvað þungt eða moka frá. Hún er örlega æðig ómissandi. En dagatalið, þetta er á þýsku og íslensku. Það þýðir að þú ert að selja þetta víða? Já, það er rétt. Einlega Íslendingar eru aðalmarkhópurinn auðvitað en ég veit að mikil áhugi úti líka að læra eitthvað. Og þess vegna er að skrifa textana alltaf fyrir hvort hóp svo að segja. Það er ekki eins texti, heitur bara, mismunandi eftir því hvaða hópur lest það. Og það selst víða og það er gaman líka að heyra að fólk sendi það oft víða heim.
fer til Noregs eða líka Svíþjóðar eða jafnvel til Nýja-Sjálands eins og ég heyri núna daginn. Það bara mjög skemmtilegt. Ertu farin að svona bara á miðju sumri þá farin að undibúa svona næsta ár? Já, að vissu leyti. Það þannig, ég alltaf að mynda, svona myndavélina alltaf til staðar og ég alltaf að hugsa, henda það kannski dagatal ef það sérstaklega fallegra á himninum eða kindurnar að leika sér og þannig að einlega allt árið að hugsa næsta dagatalið, það að vissu leyti. En svona, litur mánaðarins, hérna sjáum við þetta í apríl, þá svona svart golfsótt. Já, einmitt, dæmigerður litur, mjög frekar sjaldgæfur litur, eins og mér skilst minna en 2% íslenska kindana eru á þessum lit. Já, það eitthvað merkilegt og líka eftir landslutum er það mismunandi hvað það heitir en ég ákvað að hafa bara þetta hefðbundna, kallaði bara golfsótt. En myndirnar þær náttúrulega segja margt svona hvernig lífið hjá ykkur allan á þessu hring. Já, það rétt, ef maður virkilega skoða myndirnar nákvæmlega, það hægt að læra svona ýmislegt hvernig það bæði á veturna og á sumrin og allt þar á milli. Það markmið líka að sýna svona dæmi hvernig lífið og þetta frelsi, það sem þú varst að tala í byrjun, það kemur vel fram finnst mér í gegnum dagatalið. Í símaskránni þá ertu titluð rithöfundur og bóndi. Já, það rétt, það finnst mér kannski lýsa þetta best. Já, ég byrjaði á því að gefa út bækur sem eru 7 talsins samtals og núna eiginlega dagatalið svona bara líka eitt verk svona innan gæsalappa sem rithöfundur. Já, ég skrifa stundum líka einhvert íslensk efni í þýskumælandi tímaritum þegar fræða fólk þar. Það pínu, já, markmið hjá mér að upplýsa fólk algengar misskilningar til dæmis. Það eitthvað sem ég finnst óþarfi og já. Þess vegna ég bæði rithöfundur á þýsku og á íslensku. Þess vegna líka einfaldara að skrifa en stundum að tala. En samt líka gaman að tala. En eftir að hafa verið þennan tíma hérna á Íslandi, hugsarðu ennþá á þýsku? Bara mjög sjaldan, það snýst þýskumælandi fólk. Þá hugsa ég á þýsku en annars bara á íslensku. Það bara lífið mitt íslenskt og ég ekki þjóðverji þess vegna. Ég myndi kalla mig Íslending, þannig að, já. En dreymir þið þá á íslensku líka? Já, já, það aðalmálið en samt kemur fyrir að ég dreymi á þýsku. Það nú bara, já, hluti af fyrrverandi lífinu mínu en það bara kemur bæði fyrir. En þú ert fyrst og fremst Íslendingur núna? Já, líklega hef ég einhvern veginn alltaf verið Íslendingur, þótt það hljómar skrítið. En það svo langt síðan að ég kom fyrst og mér var strax ljóst þetta landið mitt þegar ég kom bara. Þegar ég fór út af flugvélinni einlega, þarna á gamla flugvéllinum sem var undir berum himni. Það var bara strax, ég kom niður og fann þetta loft og einhvern veginn, já, eins og ég væri komin heim. Ég ekki ætla að útskýra nánar, þess vegna, já, líklega hef ég einhvern veginn verið Íslendingur þótt ég fæddist í Þýskalandi. Norðurljósin hérna, þau eru einstök. Já, örlega, sem það ekkert ljósmengun, engin ljósmengun. Og stjörnurnar sést líka mjög vel, þannig að mér finnst oft svona sambland fallegast. Ef það sést ekki bara norðurljós en heitir stjörnurnar líka og jafnvel tunglið. Ef það ekki of sterkt og bjart, þannig að trufla norðurljósin en það bara, já, næturhimnin á veturna einstakur. Það ætti að segja það. Verður þá miklum tíma í að skoða? Ertu vakandi á nóttinni? Nei, ekki sérstaklega út af því. Ég, sem sagt, það sést kannski hérna, ég með stjörnukíki, þegar ég var nýbúin að kaupa hann, þegar ég var 12 ára, þá fór ég sérstaklega fætur að horfa á stjörnurnar, einlega allt sem þarna, en það ger ég ekki lengur. Það svona luxus hjá mér kannski líka, það svo lengi dökkt, dimmt á veturna, það bara allt aftur staðar, þannig að þið þarf ekki að vakna sérstaklega. Það bara á morgnana til dæmis klukkan 9 og bara get ég horft á norðurljósin á næstum daglega ef það skýrt á himnum, þannig að það bara luxus.
Og þetta hluti af þessum lífsgæðum sem við vorum að tala áðan. Já, nákvæmlega það. Það eitthvað sem ég kann vel að meta, það hluti af því. Þú myndar norðurljósin ansi mikið? Já, ég reyni það oft. Það mjög flókið finnst mér að mynda það vel það sem það dimmt að það erfitt að stilla nákvæmlega rétt í fókus. Það finnst mér mest krefjandi og auðvitað þarf ég að hafa þetta nokkuð lengi, þannig að það verður nokkuð sterkt og á meðan má ekki reifa myndavélina auðvitað, þannig að ég reyni að finna mér staur eða leggjast bara á jörðina. Já, þannig að það svona misjafnt hvernig það kemur út, en stundum gengur það mjög vel, eins og sést hérna á dagatalinu, það bara gott dæmi fyrir það. Þannig að þess að, já. En útlendingum, þeim þykir þetta mjög merkilegt, norðurljósin. Já, ég búin að heyra að það til einhver norðurljós og spá jafnvel með einhverja hvað það líklegt að það verði norðurljós. Og ég pínu hissa ég hef aldrei spáð í það. En já, útlendingum finnst það mjög heillandi, það með skiljanlegt. Nú erum við komin inn í aldeilis annan heim. Í Ostagerðina nýja, einmitt, hérna í Hvammshlíð. Já, það einlega nýjasta viðbyggingin hér einlega gámur sem kemur inn í húsaröðina hjá mér og ég ætla að búa til, sem sagt, sérstaka osta með krydd beint úr íslenskri náttúru. Það planið svona í stuttum orðum. Hvenær getur þú farið að byrja? Já, vonandi sem fyrst. Það vantar einlega bara núna leyfi frá MAST, svona síðasta úttekt. Fyrstu skrefin voru auðvitað löngu tekin, en já, það það einlega sem vantar, en þá get ég framleitt og vonandi einlega á þessu ári. En í síðasta lagi held ég í byrjun janúar. En þessi aðstafa hérna sem er búin að koma upp, hér bara allt saman sem uppfyllir ströngustu reglur? Já, það rétt. Ég bara var að vanda mig í því. Einlega, sem sagt, það 3 framleiðslupottar, svo að segja, sem tekur hver 27 lítrar. Og hætti einlega nota vatn hérna beint úr slöngu. Það svona eitthvað sérstakt sem ég bjó til fyrir það. Hérna sést svona ostaform til að setja ostaefnin í. Og það einlega, það mikilvægast að það auðþrýfanlegt. Allt sem hefur maður hér og þess vegna ríðfrítt stál og kæliskápar og svo framvegis samkvæmt. Já, ströngustu reglunum vonandi. Hvers konar ostar verða þetta? Það verður einlega brauðostur og bara svona mildubrauðostur sem flestum finnst gott, svona samkvæmt minni reynslu. En það sem sérstakt að ég nota einungis íslensk hráefni, þannig að ég nota íslensk sjávarsalt frá saltverki og til að sýra mjólkina, það sem það var að sýra mjólk til að koma bragð í ostinn, nota ég íslenska súrmjólk í staðinn fyrir tilbúna getla erlendis frá, eins og það algengt einlega í ostagerðum. Og það gefur sérstakan bragð og sérstakan keim. Og kryddið kemur beint úr íslenskri náttúru. Það eitthvað sem hefur ekki verið til þessa. Á borð við söl, fjallagrös, blóðberg. Já, það svo eitthvað sem ég núna að pröfa hvað hentar fólki best. Þannig að þetta verður svona alíslenskur ostur. Nákvæmlega, það markmið. En að búa til osti, það nú örugglega margt flókið, það ekki? Já, það þarf að passa vel einlega til dæmis að hafa alltaf rétta hitastigið. Það skiptir einlega mestu máli minni reynslu. En líka, einlega furðulegt ef maður ímyndar sér svona ferlið. Maður sýrir mjólkina fyrst og svo kemur ostaleipir inn í mjólkina og þá, hleypur mjólkin eins og orðið segir. Og þá spurning hvað ræri maður oft og hvað lítið vera ostaefna kornin svo að segja eftir á. Það hefur mesta áhrif á bragðið eftir á. Það eitthvað sem maður þarf að vita og stjórna, þannig að það kemur ostur út sem maður vill hafa og ekki bara eitthvað. Þannig að það einlega margt sem þarf að hugsa og passa vel og hafa vel undir eftirliti. En þetta verður þó nokkuð magn sem að þú framleiðir, þá væntanlega sýnist mér á öllu saman hérna. Já, það kemur svona í ljós. Ég samt smá framleiðandi. En ég stefna ef salan gengur vel á að framleiða svona 40 kíló osti í viku.
það markmið, langtíma markmið. Og þetta beint frá bíli? Já, það rétt. Beint úr fjöllunum frá fjallabíli. Þess vegna heiti það Hvammshlíðarostur og ég ætla að framleiða sem sagt nokkra tegundir, að minnsta kosti 4, eins og það lítur út núna. Og eitthvað sem mjög sérstak, sem hefur ekki verið til heldur, að maður má óska sér sérstakan ost, þannig að það til óskaostur. Eins og algengt hjá pizzu til dæmis, maður velur sér bara álegg og þá það þannig að maður velur sér krydd, kannski 2 krydd, sem ekki svona staðbundin og þá, já, eina skilyrði líka að hafa ákveðið magn, nemlig hafa svona ostaform sem minnsta magnið og þá hægt að panta sinn sérstakan persónlegan ost. En þetta sem sagt allt saman að verða að veruleika bara strax í upphafi nýs árs. Já. Hvenær byrjar það að undirbúa þetta? Þetta var nú ekkert sem datt í hug bara í gæra í fyrradag. Nei, ekki alveg. Það var eiginlega lengi í hausnum hjá mér. Ég hef bara úrlega lengi haft áhuga á mjólkurvörum og ostum en svona beint frá skepnunni svo að segja. Ég hef búið til osta eða smjör eða skyr úr geitamjólk, sauðamjólk og kúamjólk síðan ég var unglingur, jafnvel. Og einlega byrjunin var það að mér langar einhvern tímann að eignast kýr hérna í Hvammshlíð og þegar það var komið í ljós að það væri raunhæft, þá var spurning hvað geri ég með mjólkina, þar sem það mjög oft ófært á veturna og það líklega ekki raunhæft að sækja mjólkina alla daga sem átti og þá datt mér hug breyta mjólkinni bara í staðinn, þannig að hún geymist lengur, hafa bara ost í staðinn fyrir mjólk. Það var einlega sagan svona í stuttum orðum og þá kemur núlega fyrst ostagerinn og kýrnar þá á eftir, þannig að það kannski eftir nokkur ár þegar það komið vel í gang, þá ætla ég að fá mér kannski 4 eða 5 kýr, en það kemur bara allt í ljós. En núna svona á þessum tímapunkti, það svolítið svona spenna í þessu öllu sem mann hjá þér það ekki, þetta að byrja? Já, mjög. Þetta magnað líka. Já, gámurinn kom rétt í tæka tíð áður en veturinn skall á og þá þurfti ég að smetla saman, ekki svo einfalt, setja niður hérna í húsarauðina. Já, það margt. En ertu búin að planleggja það hvernig þú ætlar að koma ostinum á markað? Já, einlega sem mest beint frá bíli, þannig að það fólk getur pantað hjá mér og ég að senda eða get afhent í þéttbílum. Ég var að hugsa að hafa osta áskrift, þannig að fólk getur pantað svo að segja einu sinni á ári, ákveðið magn og fæ þetta reglulega heim til sín. Líka ýmsar tegundir, ekki bara eina. Og þá líka, hef ég verið í samskiptum við búðir sem með ýmsa matvörur og til dæmis Skagfirðingabúðin hefur, sýnt áhuga að selja ostinn og það ýmislegt í þessa átt í boði, þannig að ég bjartsýn með að finna svona, fleiri góða söguleiðir. Þannig að það alltaf gerast bara svona á nýju ári hjá þér? Já, það rétt. Planið var fyrst að byrja einlega fyrir jól en það gekk nú ekki alveg upp en nýja árið líka einlega góður tímapunktur til að byrja. Og þú bara búin að kaupa galla og allt saman, bara það allt klárt? Já, það svo gott sem allt klárt, sem sagt. Vantar bara úttekt og þá get ég bara að byrja á fullu. Og bara Hvammshlíðarosturinn bara á markað? Já, svona þetta. Ef við höldum áfram að tala frelsi og að vera frjáls, hver munurinn að búa í þéttbýli, jafnvel í stórborg og svo aftur að vera og búa og lifa í Hvammshlíð? Mér finnst helst munurinn að tengingin við náttúruna svo að segja rofið hérna í stórborgum að mestu og bara líka í þéttbýli að nokkru leyti. Þannig að einlega þessi tenging við náttúru það sem ég tengi við frelsi og líka einlega, lífsgæði sem tengt því. Það sýnir líka einlega til dæmis ef við tökum Ísland, það einlega glæpamennskan sem til mjög lítið en hún einungis til í stórborginni sem sagt í Reykjavík en einlega svo gott sem ekki annars staðar.
Þannig að það segir sína sögu finnst mér. Einhvern veginn þannig þegar náttúran ekki lengur í fyrirrúmi eða bara alveg horfin, bara hús og götur eftir, þá vantar eitthvað. Það eitthvað sem mjög mikilvægt fyrir mannveruna að hafa þessa tengingu og ef hún horfin, þá, já, fer mannfólk úr jafnvægi. Svona mín túlkun á þessum málum. Heldur að þetta sé svona að aukast svona með áratugunum sem að líða að við séum að missa tengsli við náttúruna? Örlega út af því að, já, ef ég skoða þetta á heimsvísu, það þannig að stórborgir að vaxa og vaxa og náttúran oftast, já, bara eyðilagt á mörgum stöðum. Þannig að því minn sé svona á heimsvísu það líklega þannig, það vandamál. Og ef maður skoða heiminn, þá sé maður engin friður og bara ekki það sem maður vill eiginlega hafa eða margir langa að hafa. Allir lifa saman í sátt við hvort annan, það greinlega ekki þannig. En mér sýnist það sem fólk býr í náttúru eða til dæmis hérna íslenskri sveit. Það oftast þannig að fólk bara hamingjusamt og hefur allt sem þarf og það ekki tala stríð og neitt í daglegu lífi, það bara ekki til. Þú ert ekki með sjónvarp hérna? Nei, nákvæmlega. Þótt við séum hérna í sjónvarpsþátt. Nei, ég einlega þarf ekki sjónvarp. Ég hef aldrei átt sjónvarp og ég bara ef ég hef tíma, þá les ég bækur eða bara með hundunum eða kindunum eða bara öllum út í náttúru. Það það sem ég finnst, mikilvægra. Og ég hlusta á fólk. Það finnst mér betra að hafa þetta svona persónlega í staðinn fyrir að horfa á þetta, í gegnum sjónvarp sem langt í burtu. En þú ert vel nettengd? Já, ég það. Það mikilvægt í vinnunni og svona öllum samskiptum. Það skiptir millimáli og það jafnvel ljósleiðari í gegnum landið sem ég reyndi ekki tengja. Og þetta því að það stofnaði en ég mjög gott nettsamband í gegnum 4G heiti það núna. Og það var nýlega búið að stækka endurvarpsstöðina þannig að ég bara mjög vel útbúin. Og tekur þá svona veðrið þá í tölvunni og í gegnum útvarpið? Já, einlega aðlega í gegnum tölvuna að kortin þar sem mjög nákvæm. Ég mjög ánægð með veðurspána, sérstaklega með vindkortið. Og það skiptir miklu máli sérstaklega á veturna að spá hvenær kemur næsta stóriðin og það sést bara mjög vel. Þannig að það einlega ómissandi að vissu leyti og ég mjög þakklátt fyrir það að ég hef þetta miðað við þetta fólk sem var í gamla daga og það gat bara skollið allt í einu stórið og var stórhættulegt. Það mikið talað núna hérna á Íslandi sem sagt að störf án staðsetningar. Já. Þú ert nú að sinna ýmsum störfum án staðsetningar. Það rétt, já. Það fannst mér mjög mikilvægt þar sem ég myndi aldrei, svo að segja, velja búsetu eftir störfum. Það var vera öfugt fyrir mig. Það sem ég vil vera hér, ekki annar staðar og ég get ekki sinnt einhverju vinnu, einhverju þéttbýli, það væri ekki raunhæft á veturna og þá býð ég mér til störf hérna heima við og ég held það sé einlega hægt víða ef, fólk reynir það virkilega. Rétt í gegnum tölvu og netsambandi eins og þú sagði áður. Þessi skilyrði eru orðin svo góð og sérstaklega á Íslandi að það eiginlega allt hægt að mínu mati. Og þú vinnur ýmislegt í gegnum tölvuna og sendir síðan til viðskiptavina? Já, það þannig að sem sagt líka samskiptin varðandi ullasölu fer allt fram í gegnum tölvur og þessar upplýsingar sem mig vantaði varðandi ostagerina, það fór allt í gegnum netið. Það eitthvað svoleiðis og áður þegar ég var flutt í Ekranes þá vann ég líka fyrir gamla fyrirtækið mitt sem var auglýsingastofa í Þýskalandi jafnvel og það var hægt að vinna á Íslandi og samt í Þýskalandi bara í gegnum þetta samband. Það allt hægt. Þjóðverjar og Íslendingar, þeir líkir á einhvern hátt eða þeir kannski ólíkir? Kannski bæði og. Ef maður ber þetta saman með lönd sem mjög langt í burtu, til dæmis Japan eða eitthvað sem mjög langt frá, það munurinn örlega ekki mikill eða það sami bara menningarheimur. En í smáatriðum sem skiptir miklu máli í daglegu lífi, það finnst mér munurinn mikill. Og það,
í stuttum orðum sagt. Það mikill munur til dæmis varðandi stundvísi. Það bara svo dæmigert að Þjóðverjar alltaf mjög stundvísir. En Íslendingar að mestu ekki. Ég get ekki sagt það alla en svona í meðaltali. Svona eitt dæmi er bara skipuleggja hlutina með ótrúlega miklum fyrirvara. Það líka dæmigert fyrir Þýskaland að fólk pantar núna þessa ferð í göngur kannski 2 árum fyrirfram og ég bara skil það ekki en ég veit að það aðgengt þar og það kannski helsti munurinn. Það myndi engum Íslendingum detta í huga bara skipuleggja frí sitt 2000 og ég veit það ekki 2023. Það kannski svona 2 dæmi sem ég detta helst í hug. En þú náttúrulega kynnst Íslendingum alveg ágætlega hverjir ég bara helsti kostur Íslendinga. Hvað myndir þú segja það? Ég myndi segja akkurat þetta, einlega skipuleggja málin einlega með stuttum fyrirvara til að geta bregðast við ef það breytist eitthvað. Það hægt að nýta einlega möguleikana og það finnst mér mikill kostur. Það sem mér finnst að fer oft fram hjá fólki þetta tækifæri möguleiki. Maður heldur bara fast í plönunum sem var að gera fyrir nokkrum árum kannski. Allt í einu breytist eitthvað og þá ef maður heldur samfast í því þá finnst mér, bara leiðinlegt og það finnst mér svona mikill kostur að það hægt að gera það hér. Það svona enginn að furða sig að maður bara skipti skoðun, stekki eða eitthvað sem allt í einu kemur upp og þá, nýtum maður góð af því. Þetta segir mér svolítið Karólína að þú sést að orðin það mikill Íslendingur að þú ert bara farin að segja að þetta reddast. Já, ég veit það. Ég hef lengi gert það. Já, mín reynsla. Hvernig verða jólin hjá þér hérna? Líklega verðum við hundarnir ein hérna í húsinu og það bara mjög fínt. Það oftast bara ótrúlega mikið að gera vikurnar þar á undan og ekki tengt jól, þetta bara öllu öðru og það mjög gott að bara hafa þetta kvöld bara á þangardagskvöld bara slappa af og kannski opna jólapakka sem komu. Ég búin að safna saman gegnum vikurnar og lesa jólakort og hafa það bara gott. Það bara mjög fínt. En hvað með því svona gamlárskvöld? Já, það kannski einhvern veginn þannig eins og venjulegir dagar myndi ég að segja. Það nefnilega hér það afskekt ef maður vill orða þannig að það heyrist ekki neitt í neina flugauta, ekki frá neinum þéttbílum og það einlega fyrsta skipti í lífinu mínu var einlega gamlárskvöld þegar við varum flutt hingað að ég fann það bara ekki einu sinni hundarnir fundu fyrir neinu og það mikill kostur finnst mér þannig að við tökum það bara rólega förum kannski jafnvel snemma að sofa og vöknum þá á nýja ári og bara hlökkum til að hætta áfram með árið. Og þið vaknuð upp á nýju ári frjáls? Nákvæmlega, akkurat og spennt fyrir, hvað gerist næst. Ertu bjartsýn á næsta ár? Já. Ég myndi segja auðvitað. Ég svona alltaf bjartsýn eiginlega og það lítur mjög vel út með allt sem þróaðist svona síðustu vikurnar hjá mér og ég bara hugsa alltaf mjög jákvætt. Það finnst mér það eina sem skiptir máli það helsta. Og þú ætlar á nýju ári að kynna ostana fyrir Íslendingum? Nákvæmlega, það akkurat stærsta nýja skrefið hjá mér og það verður mjög spennandi að sjá hvað gerist. En ég líka bjartsýn með það. En svona samandregið, Karólína í Hvammshlíð, hún frjáls, hún lifir við frelsi og hún hamingjusöm. Já, ég myndi taka undir það. Og við segjum bara gleðileg jól og gleðilegt nýtt ár. Já, takk, sömuleiðis.